Góða kvöldi, kæru áhorfendur, verið þið velkomin í Fjósið. Ég heiti Sigrún Sjöfn og með mér er Karen Munda. Við ætlum að sjá að lýsa leiknum með ykkur í kvöld. Nokkra sekundur í að leikurinn hefjist. Karen, viltu fara yfir byrjanlið liðana? Byrjanlið Skallagríms er númer 21, Markus og númer 5, það er Hjalti Ásberg og númer 77, Marino Þór og númer 8, Davíð Guðmunds og hver 11, það er Ólafur Þorri. Og hjá Breiðablik, það er númer 4, Kristján Leifur Sverrisson, númer 2, Gabriel Sindri, númer 8 er Samuel og númer 6, Egill. Já, við sjáum leikurinn fer vel á stað. Skallagrímsmenn með boltann en Davíð klikkar á þryggjastafaskoti. Gaman að sjá Gabriel Sindra hérna spila mót okkur. Hann var með okkur hérna fyrir fáeinum árum og spilaði með Skallagrím. Fór út í skóla en er kominn heim aftur. Villa og Davíð sem spyr. 8, já, Villa og Davíð. Það verður áhugavert að sjá Skallagrímsliðið. Það komið breytingar í liðið þar sem að þeir eru búin að skipta erlenda leikmann. Já, er þetta ekki bara fyrsti leikurinn hans? Jú, Staff fór heim og ég held að við megum binda mikla vonir til Markus og ég held að hann eftir að styrkja liðið gífurlega mikið. Hann er búin að spila bæði fyrir Þór Akureyri, Fjölnir og Hamar, langar mig að segja. Já. Og bæði, og Haukum í efstu deild, þannig að hann er aldrei betur búinn að sýna að hann getur spilað körfu, þannig að... Já, það vonandi hann sýnir það hérna. Klárlega lyftir styrkleikum liðsins upp á hærra plan og Gott hvað. Marino skora fyrstu stig leiksins. Góð vörn hjá Marino, pressar hann vel. Þryggjast mikil barátta inn í frákastanum en Skallagrímur enda með boltan. Já, leikurinn fer... Hvað gerir? Villa sýnist mér á... Mér sýnist Ólafur hafa meitt sig eitthvað. Hvort er hné eða ökkli fer haltrandi út að þetta boðar ekki gott. Mikil barátta í honum og hefur svolítið leyft leikliðinni hjá strákunum upp á annað level. Já, algjörlega. algjörlega. Að verjast bæði Mjög duglegur. frákastum og varnarlega, sérstaklega. Algjörlega. Þriggja stiga skot sem fer af og Skallagrímur í frákastinu. Mikil barátta í leiknum og gengur erfiðlega að skora. Marino með fyrstu stigin í leiknum og ekki búinn að skora núna síðustu 1,5 mínútur. Góð vörn. Já, Skallagrímsmenn ætla greinilega að pressa hátt upp völlinu og reyna að forsa bakverði Breiðabliks í mistök og fá auðveldar körfur á móti. Já, sem er búinn að takast, þeir náðu boltanum. Já, það var flott vörn hjá þeim hérna. Það er vel gert. Það er vel gert í Hjalta. Hjalti er búinn að spila vel í vetur. Mjög. Já, fín vörn hjá strákunum. Vel klára hjá Marino. Það er svo Breiðabliksmenn séu ekki alveg tilbúnir eða kannski mættir til leik svona á upphafsmínútunum. Þeir eru búin að vera góðir í vetur, búin að vinna held ég 6 af 7 leikjum. Þeir eru efstir með 12 stig. Herri, já, þeir eru búin að spila vel.
vel samstiltir en það er eitthvað þeir væri kæri hérna allavega í Já. uppáleiks. Þarna góð vörn. Það að stela boltanum af Breiðablik. Breiðablik hefur ekki náð að skora ennþá í leiknum. 3 mínútur liðnar tæpar. Já, þeir eru í efstu sæti búin að vinna 6 leiki og tapa þessum eina. Þannig að þeir eru búin að spila vel og það fær Markus sín fyrstu stig. Þannig að Marino brjóta af sér. Önnur villan á hans. Já, það er alveg áhyggjuefni að hann er komið 2 villur snemma í leiknum. Og það er skipting, Marino fyrir út af og... Benzo kemur inn. Já. Hann er líka duglur varnarlega. Eins og félagi sinn úr K er hann Ólafur. Mér sýnist vera að teipa ökklan á honum þannig að hann hefur eitthvað snúið sig. Eða verið að kæla. Hann er sjálfsagt bara búinn í dag. Já. Við vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Nei, hann er ekki... Davíð fer að körfunni, klikkar. Og Breiðablik fær boltan. Jæja, þarna koma fyrstu stig Breiðabliks. Það var hann Egill með 3 stiga körfu. Benedikt að skora sín fyrstu stig. Já, það er vel gert. Þeir hérna koma boltanum inn á Markus og hann er klárlega mikil ógnan inn í teig og Breiðabliksmenn falla bara inn og skilja skipturnar okkar eftir opna fyrir utan. Kristófer að fá sína fyrstu villu. Þá er Kristján að koma inn. Gaman að sjá hann er komin aftur. Hann er búinn að vera frá vegna meiðsla og þá eftir að styrkja lið bara hellingsmeir. Já, gott að fá hann inn í þetta. Við hefum verið svolítið þunnir inn í teig, þannig að hann er aftur að styrkja enn frekar og hjálpa Markus. Algjörlega. Og Egill hittur úr báðum vítunum sínum. Og fer svo út af og inn og kemur númer 10, Sveinbjörn. Og Benedikt keyrir. Það er vel gert hjá Benza, opinn að klára þetta ekki. Já. Breiðablik koma hratt upp völlinn. Farið þrist og hann er onni. Samuel með þrist og stanarinn 10-8. Já. Benedikt aftur í þrist og setur hann nákvæmlega sama stað á seinast. Herri, já, hann er komið 2 dömur. Já. 6 stiga á 17 tíma.
Vel Og þessi gert. duglegur varnarlega setur Já. pressu á hann Árna Emil. Góð vörn. Davíð með frákasti. Já. Þeir eru aldrei að setja skotið sér niður í dag, Skallagrímur. Ég held að sé bara með nokkuð góða nýtingu núna í upphafi leiks. Mikilvægt er haldið því áfram og sérstaklega ef Breiðablik ætlar að halda áfram að pakka inn í teginn og Það er ekki alveg að detta niður hjá Breiðablik samt. Það er ekki... Þannig stólinn bolti. Og aftur stólinn bolti. vel gert ég held að. Atli biður að hægja á sér og vera skynsamir, fá auðvelda körfu sem að, ja, þetta er ágætt lúka en ég held ég óheppinn. Góð vörn hjá Benedikt. Skallagrímur á boltan. Já, Sigurður lagðist bara ná hann og beið eftir villunni í staðan fyrir að fara bara sterkt upp. Algjörlega. Nú kemur Breiðablik í hraðhlaup. Það er Kristján sem fær þessa villu. Já, og Samúl fær 2 vítaskot. Skallagrímsmenn eru búin að setja 3 og 5 þriggjastafaskotur á sínum onni, þannig að það er 60% nýting. Þeim er bara mjög gott. Mjög gott. Þeir þurfa að halda því áfram en á sama tíma passa sér að sætta sig ekki bara við þriggjastafaskotin. Þeir þurfa að halda fram að keyra körfuna og fá jafnvægi hérna inni og úti. Akkurat. Þannig var Samúel setti seinna skoti niður, klúðraði fyrsta. Það er góð vörn hjá Breiðablik. Óheppnir að ná ekki boltanum. Þarna var skotklukkan að renna út, náðu ekki góðu skoti. Nei, baráttan er vissulega til staðar en full lengi átt að sjá tímanum. Nei. Kristóf á sín aðra villu. Já. Atli vill að Skallagrímsmenn loki miðjunni. Já, það verður að gera það. Eins og sést, Skallagrímur er komið með 6 villur og Breiðablik bara 1. Já. Já, þeir eru, Breiðabliksmenn eru duglegir að sækja á körfuna og reyna að koma sér á vítalínuna. Gefa sér auðveld stig og verður mikilvægt að fá þessu auðveldu stig þegar að undir lok leiks. Algjörlega. Ég býst við að þetta verður hörkuleikur. Já, hann byrjar allavega á hörku. Mikil barátta í báðum liðum og ekkert gefa eftir. Já. Sem Almar er komin inn á, 23. Hjá Skallagrím. Kristóf fór út af. Sýndist það að komið 2 villur og... Steig Samúel út af, var komin í ágætt færi en steig út af og Skallagrímsmenn eiga boltan. Gunnar Örn að koma inn á fyrir Hjalta. Við kannski fáum upplýsingar af hverju Nebo er ekki með á eftir. Já. Varstu búinn að heyra eitthvað af því kannski? Nei, er hann ekki búinn að vera meiddur? Hann var eitthvað snýr á sig ökklan held ég og séðan þá jafna sig. Já, það er sjálfsagt ástæðan Gott spil hjá Skallagrím. Já, gott spil, mjög vel spilað. Þannig var Almar að setja 2 stig. Þannig sækir Sveinbjörn og fær villu. Já, þeir eru bara að sækja sterkt á körfuna og fá villuna. Bara koma sér á vítalínuna og einhver myndi segja að þetta væri auðveldasta leiðin til að skora.
kannski verið utan lay-up. Það er það. Það fær Samuel hvíld í liði Breiðabliks og Gabriel kemur aftur inn á. Setur fyrsta skoti niður. Góð sending hjá Almari. Mjög. Kristján fyrir upp í skotið en óheppinn að setja hann ekki á ný. Það er að berast fréttir að Nebo er með rifinn vöðva í kálfanum. Já, það er ekki gott. Kannski óstaðfesta fréttir en þetta hljómar ekki vel fyrir Skallagrímsmenn. Nei. Hún vonandi næra sér fljótt því hann var búinn að vera eiga mjög góða leiki fyrir Skallagrím. Já, hann er búinn að vera mikilvægur fyrir Skallagrímsmenn og spila vel. Þannig að við vonum að hann jafni sig sem fyrst. Þarna er góð vörn. Standa bara beinir. Skallagrímsmenn er bara klaufar að brjóta. Já. Þeir eru alltaf að reyna Það er að óþarfi. setja hendina niður og rýtsa að teygja sig í boltann staðan fyrir að standa bara og gera þetta erfitt fyrir Breiðabliksmenn og Nákvæmlega. láta á skjóta yfir sig. Það er alveg kannski ástæða okkur Breiðabliksmenn halda áfram að keyra á körfuna. Já. Þeir eru að fá. Og með þessum áframhaldan fær Skallagrím bara í villuvandræði. Já, það eru komin með 8 villur inn í fyrsta leikta. Setur bæjaskotin niður. Og staðan er orðin 18-16. Tækjast þið að munur. Snorri fyrir út og Kristinn Marinós kemur inn. Við sjáum að Kristján Leifur er settur aftur inn á leið og Markus kemur inn á til að stöðva hann. Baráttu, góð barátta. Já, mikil baráttu í báðum leiðum. Mikil. Sjö sekundur eftir á skotklukku. Það var vel gert. Já, vel gert úr Benso. Koma sér á vítalínuna og lítið eftir á skotklukkunni, hann varð að skjóta. Já, og þeir lokuðu algjörlega á Markus, þannig að hann gæti ekki gefið á hann. Þannig að vel gert. Gott lúk hjá honum. Aftur á móti áhugavert að hann fá ekki að fara á vítalínuna. Já, mér finnst það verið í skoti. Já, mér fannst það vera komin í skotstöðu en við tökum innkastið. Já. Óheppinn, hann Markus. Já. Og Kristján hafi ekki náð að grípa boltan hjá Breiðablik. Já, rétt mista hann að nota. Já. Óheppinn. Já, hann er bara farin í eitthvað tuða Markus. Hann þarf bara að fara sterkt á körfun og klára þetta. Og ekkert vera að biðja einhverja villu. Því að Gabriel aldrei að taka síðasta skotið. 13 sekundur eftir. Over. Já, áhugavert, mikið að vera en tókst ekki að skora. Ekki. Staðan ennþá 18-16 fyrir Skallagrím. Hörkuleikur. Já, hörkuleikur í gangi og til dæmis Breiðabliksmenn er búin að skora 8 stig af 16 á vítalínunni. Já, með 8 af 10 í vítanýtingu, 80%. Já, það er nokkuð gott. Er Skallagrímur búin að fara á? Já, þeir eru búin að fara á
Einu sinni, Já, sýnist mér, já, búin að fá 2 víti. Við þurfum að halda áfram að sækja, eða sem sagt ekki sætt sig við skotinu og fara á körfuna Já. og Dræfa sterkt Dræfa- til að já. fá villina. Stigaskorið er líka að dreifast nokkuð vel hjá liðunum. Já, hjá báðum liðum. Allir að skora og Benedikt stigahæðstur hjá Skallagrími með 6 stig og þar eftir kemur Marino með 4 og Kristófer 3. Egill stigahæðstur hjá Breiðablik með 5 stig og Samúl Já. og Snorri báðir með 4 stig. Já, það er leikurinn aftur, annar leikluti hefjast. Skallagrímur byrja með boltan. Smá misskilningur. Já, En. það er gott backdoor. Já, en aftur er Góð Breiðablik að vörn, tapa já. boltanum. Hann hefði bara átt að fara sterkt sjálfur upp. Já, hann var komið með góða línu á körfuna en. Villa á Axel Breiðablik. Ætlar að reyna að stela boltanum en fer í hendina á Skallagrímsmanni. Já, innkast. En Markus það er ekki að finna óheppinn. sig. Já, hann er ekki alveg að finna sig núna í þessu fyrsta leik. Nei, En það kannski- kemur. Kannski ekki búin að ná mörgum æfingum með liðinu en Skallagrímur stelur hann aftur. Góð vörn. já, flott verður. Varnarleikurinn er flottur en Já, aftur á móti kannski þegar að hleypa Breiðabliksmennum of oft á vítalínuna er kannski aðeins meira áhugjefni. já. Þarna loksins setur hann niður. Þarna fann hann loksins körfuna Já. og Það vondi gefur hann kannski smá svona búst í að halda áfram að sækja og akkurat. fara sterkur. Þryggjastega hjá Breiðablik langur þristur. Já, Gabriel þekkir körfurnar hérna ágætlega. Já. Staðan 20-19. Þristur hjá Davíð og setur hann. Hann svarar bara strax. Vel gert hjá Davíð. Breiðablik er komni með 8 tapa bolta núna Og og annar þetta er 9. Kannski eitthvað sem að hann Pétur þarf að hafa áhyggjur af. Já. Þarna. Þetta er gott kött. Já, þeir spila vel saman. Já. Þegar boltin fer inn og út þá eru þeir að spila vel saman og koma sér í góð færi. Mikilvægt að hreyfa sig. Kötta og kemur flæðið. Algjörlega. Og eins þarna. Vel gert. Mjög vel spilað. Vel spilað og Það villuðu ekki. já, spurning hver braut. Já, ég sá það ekki alveg. Markus fær sína fyrstu villu og fer á bekkinn. Það fær sér smá hvíld. Já, klúrar. Já, fór hann óvart í andliti á Hjalta og byrst afsökunar á því. Já, það er nú bara Algjörlega óvart. óvilja verkja á Egill verður út af og Kristján. Sveinbjörn kemur inn á. Liði Breiðabliks. Já, það er skiptingar. Já, tvær skiptingar. Já.
Villa á Snorra, Breiðablik. Brýtur á Hjalta. Góð hreyfing hjá Marino, ennþá betri sending. Vel Vel spilað. spilað. Mjög vel spilað. Skallagrímur að spila mjög vel hérna í kvöld. Já, mjög vel. Vel gert aftur á móti á Breiðablik. Á Samuel. hraðaflaup. Kristoffer Góð Björn vörn, fá ekki góð skref á vörn. sig þarna. Já, góð vörn hjá Breiðablik. Vel gert hjá Marino. Las þetta og stoppaði hraðaflaupið. Já. Marino mjög efnilegu leikmaður og ungur. Já, rosalega. Það verður gaman að fylgjast með honum í framtíðinni Já. og bara hans næstu skref. Já. Ja, vel klárað hjá Sveinbirni við Breiðablik. Marino vel gert. dræfar. Já, mikilvægt að það komi framlagi frá Marino í þessu leik, sérstaklega Algjörlega. sem hann vantar Hann Nebo var og óhrættur að dræfa körfuna og bara virkilega vel gert hjá honum. þetta er vel gert. Þannig að dræfa þær inn og draga varnamennina að sér og opið skot í horninu. Það er vel gert, vel spilað. Skallagrímur tekur leiklið, staðan 29-28 þegar 6,5 mínútur eftir af öðrum leikluta. Já. En þá dreifist stigaskorið nokkuð jafnt hjá báðum Já. liðum. Það er enginn sem er eitthvað afgerandi í stigaskorum en bæði Benso og Marino eru komið 6 stig. Já. Liði Skallagríms og Samuel með 6 stig og Snorri 4 í liði Breiðabliks. Það er líka gaman að kvikmyndafélag Borgarfjarðar skuli sjá til þess að við getum hort á leikina live hérna. Algjörlega nauðsynlegt að geta fylgst með. Það sem að það er engin áhorfendur leiðir ennþá. Já, maður getur allavega fengið smá Já. svona feeling fyrir körfuboltana þó maður get ekki vætt á leikina. Já. Þannig að þeir eru búin að standa sig virkilega vel. Mjög flott hjá þeim. Flott backdoor. Já. Þeir eru að spila vel saman Mjög. og maður sér það líka bara bæði í stóðsendingum hjá þeim og saman tíma dreifingu í stigaskorinu að liðið er virkilega að finna besta opna skotið sem þeir geta hverju sinni. Já. Sterkt frákast hjá Almari. Já. Marino stjórnar þessu. Breiðablik stelur boltanum. Og setur hann. Þetta var vel gert. Já, þetta var vel klárað. Þarna góð sending. vel séð. Mjög góð. Þeir voru allt gerfið að bíða eftir þessari sendingu. Já. Það sá svo svona þegar að Marino var að setja skrínið fyrir Almar að þeir voru að leita eftir. Já. Þristur úr horninu hjá Snorra. Snorri, já. Og setur hann. Snorri er komið 9 stig. Já, staðan hann er 33-33. Hann er góð vörn. Reynir að blaka honum tvisvar honni, tekst ekki. Mikil barátt undir körfunni og Já, hann Dóvítas ítti hans í Almar þarna og uppskari villu.
En nú þurfa Skallagrímsmenn bara að halda áfram að sækja. Breiðablik eru komnar 4 liðsvillur og næsta villa þýðir 2 vítaskot. Þannig að þeir þurfa að sækja vel og reyna að koma sér á vítalínuna og ná í þessu auðveldi stig sem við erum búin að tala um í allt kvöld. Já, vel spilað enn og aftur. Mjög vel. Og þeir eru líka að nýta skotin fyrir utan. Hún er með góða nýtingu, sýnist mér. Þetta var mjög vel spilað. Bæði liða spila vel saman. Skemmtilega sendingar. Já, Skallagrímsmenn eru með 57% nýtingu í 3 stiga. Já. Þá sjáum að Skallagrímur kom með 15 stóðsendingar í leiknum. Já, en það er bara annar leikluti, þannig að... Já, það er bara mjög vel gert. Kristófer klaufi þarna að brjóta á honum Snorra, hann var ekki í jafnvægi og boltinn leit ekki vel út en hann er á sama tíma að ná í sína þriðju villu. Já, og það er annar leikluti, ekki búinn. Já, 2 víti onni og 1 í viðbót. Það er að nýta vítin vel, Breiðablik. Já. Hann kom með 12 stig, hann Snorri og fær góða kvild. Egill kemur inn á. Og Markus kemur inn á fyrir Skallagrím. Kristján fer út af, kom með 3 villur. Það er spurning hvort að Markus finnur sig aftur undir korfinni. Já, mikilvægt að fái, en boltinn má samt ekki stoppa of mikið í höndunum á honum. Það er að halda áfram þessu flæði. Í varnarmannin og færa á sig sóknarvillu. Þá er hann komið með 2 villur. Og góð hjálpavörn hjá Markusi þarna. Já. Láta vita af sér hann sem fyrir aftan sig. Vel gert hjá Marino. Marino bara fór sterkt á körfuna og kemur sér á vítalínuna. Setur seinna skotið niður. Já, komið 9 stig. Vel klára hjá honum Alex. Mjög vel klárað. Svo Markus undir korfinni. Gott frákast hjá Benedikt. Mjög mikilvægt. Hann er búinn að vera góður í kvöld. Búinn að bæði varnar og sóknarlega. Búinn að taka svolítið til sig sóknarlega. Við sjáum að þjálfari Breiðabliks er ekki mjög sáttur með þetta. Nei. Gleyma að stíga út og sama tíma fá þessu 2 stig. Það er svolítið mjög dýrt í svona leik. Já, kannski spilamennskan, hann er kannski ekki sáttur með hana. Það er komið með 9 turnover og bara ennþá fyrir hálfleikur í gangi, þannig að... Einmitt. Þannig að hann er örugglega ekki sáttur með sína menn í hálfleik.
En allir getur verið ánægðir með sína menn. Þeir eru búin að spila mjög vel. Já, búin Til að þessa. spila saman og Mjög flottir. Pétur ekki sáttur við dómaraleiksins. Hann vill fá ólöglegt skrín dæmt á skallagrísmenn og mótmælir örlítið og fær aðvörun í staðinn frá dómaraleiksins. Já, og næst þegar hann ætlar eitthvað að skipta sér af, það er bara tækna villa. Já. Já, hann er ekki mjög sáttur. Ekki gleðisvipur. En dómararnir eru bara búin að vera fínir í kvöld. Það eru búin Já, að já. dæma bara, Þeir eru búin að standa sig vel. já, algjörlega. Þannig aftur dræmar Samúel inn og kikkar út í hot Já. og þar er Egill bara galopinn. Setur 3 stiga skott. Vel gert. Já, þeir eru alltaf að fara aðeins að bæta sig varnarleikin Breiðabliksmenn. Aftur er Egill galopinn. Atli biður þá að setja upp. Já, mikilvægt stundum að hægja á leiknum. Það finna auðvelda körfu. Já, Markus opinn, Almar. góð boltareyfing. Já, mjög góð boltarhreyfing. Já, en ég spurning hvort að Atli hefði ekki, nei, hann hérna Almar eða Hjalti hefði ekki bara átt að taka skotið. Báðir galopnir. Já. Skipting, já. Breiðablik, þrefaldsskipting. Og skipting á Skallagrim sömulegis. Kristján kemur inn á. Fyrir Almar. Það syndist Sveinbjörn. Já, Breiðablik verið að koma inn allavega. Já. Þetta gerði sérlega svolítið hrætt. Ég sá ekki alla þessa. Nei. Að mínútu eftir að við þurfum að fá, var gott að komast yfir í hálfleik. Já. Fá körfu og ná svo góðu stoppi. Já. Breiðablik er gláð yfir í fyrsta skipti í leiknum. Já, ég held það. Núna er það sóknarvilla. Já, núna fær hérna Pétur það sem að baði áðan. Aftur á Markus. Já, ég sá ekki hvort það er Ól skrýnaði. Allavega einhvern veginn sóknarvilla á Markus og Kannski að venjast líka bara, já, og venjast leiknum á Íslandi. Það er kannski öðruvísi spilamennska, en hann er svo sem vanur já, hann er búinn að vera hérna í einhvern tíma hann. Ætti að þekka þetta. En kannski bara aðlagast liðinu og ekki búinn að æfa með þeim og komast í leikform. Ég veit svo sem ekkert hvar hann var áður, hvort hann var að spila eða hvort hann er bara að koma beint frá Bandaríkjunum. Þannig að spurning hvort það er ekki líka bara aðlagast leikliðsins og bara aðstæðum. En eru Breiðabliksmenn að nýta vítin sín? Já, það eru tölur að koma sér á vítalínuna. Það er spurning hvort það reyna að ná bara einu skoti núna. Nei, það er 30, já, 30 sekúndur. Já, ég vilja sjá bara taka 2 fyrir 1. Mér syndist vera minna eftir. En þeir taka langa sókn og Kristján opinn. Ná sókn á frákastinu. Það eru bara skynsamir. Já. Þetta er ekki gott. Olbóðskot í kjálkan. Sveinbjörn liggur eftir. Vonum að þetta sé ekki alvarlegt. Lárus ennþá ekki mjög sáttur við dómgæsluna. Hann vill fá sóknarbrot á hann. Já. En hann þarf líka að vera skilsaðan á Markus. Hann er komið 3 villur að vera ekki að veiða sig í 4. villuna eða eitthvað óþörfi.
7 sekundur eftir, já, Atli tekur hann út af og Almar kemur inn á. Almar er búinn að koma með flott innkomu í dag. Já, hann er bara að vera virkilega duglegur. Alltaf alla leið og fer alla leið. Vel klára. Já, klára þetta vel. Staðan 43-46 í hálfleik. Mikið skorað. Mjög. Og vonandi fáum bara sama kraft í seinni hálfleik. Já, búið að vera skemmtilegur leikur og mikil barátta í báðum liðum. Mjög mikil barátta. Einhver mistök svona í upphafi en þetta er svona lagast og Já. leikmenn búin að aðlaga sig að leiknum, eins og maður segir. Já. Áhugavert að Breiðablik er komið 9 tapa á bolta en er á sama tíma duglegir að koma sér á vítalínuna og eru búin að setja 12 af 16 vítum ofan í. Já, það er nokkuð gott. Skallagrísmenn hins vegar eru að dreigja boltanum vel og komið 20 stóðsendingar og með 50% stiga nýtingu, 55%. Já. Það eru að skjóta vel. Allir skora hérna fyrir Skallagrím sem hafa komið inn á. Já, og eiginlega örugglega líka, nei ekki alveg, Ekki allir í að Breiðablik. nei, en aftur á móti margir búin að skora í leiknum og Já. gaman að fylgjast með. En eigum að taka okkur nokkra mínútur og koma aftur. Tökum okkur nokkra mínútur.
þeir voru svona aðeins að finna taktin í Já. lok annars leikluta. Já. Mikilvægt að missa ekki langt frá sér og Já, Breiðablik var líka bara svolítið lengi að komast inn í leikinn. Voru frekar Já. bara klaufar til að byrja með. já, þeir voru það. Lengi að komast inn og kannski Já. svona ná takti bara og ná þessu flæði sem við hafa Einmitt. vanalega verið með. Þeir voru líka komna með svolítið marga tapaða bolta og eitthvað svona. Já, ég vissum að Pétur hefur talað eitthvað við það og komið með eitthvað lausn fyrir það. Já. Það er gaman að sjá hvernig svona fyrstu mínúturnar hefjast. Já. Og það er Breiðablik sem á boltan. Mér sýnir sömu leikmenn byrja leikinn og byrja seinni hálfleik og byrja leikinn. Ykkur breyting á Skallagrím út að Ólafur ekki. Já, Var það ekki Nei, hann Kristófer, já. hann er kominn inn. Hann kom inn á í staðinn fyrir Ólaf. Flott sending hjá Mjög flott Marino sending. og Davíð hörku skipta, setur Já, Sonny. sjálfsögðu. Óheppinn að setja hann en ekki onni. Já, Blikandi verðast vera að byrja að sækja krafti. Já, Þeir ætla það sér var að líka ná sem nýttist þeim vel í fyrri hálfleik. Komast á vítalínu og skora þar. klálega. Góða baráttu. Þannig að var Markus heppinn að fá að gera sér villu. Hann teygði Já, sem hann svolítið verður að yfir. passa sig. Hann má ekki láta góma sig í einhverju svona klaufavillum og Marino opinn, Kristján bara planta sig fyrir framan Já. hann og Mjög vel gert. let sér þetta. Ég meina bara virkilega vel gert hjá Já, Kristjáni vel lesið, og sálega las Marino þarna. Marino fá sína þriðju villu. Kristófer, Markus og Marino allir með 3 villur Já. og þeir þurfa að passa sig allavega að lifa út þriðja leikluta. Kristján Leifur setur þryggjastöða skotið. Góð byrjun hjá Kristjáni. Já, hann er búinn að spila vel varnarlega og í rauninni halda Markus alveg niðri. Já. Gott blokk hjá Breiðablik. Og Árni setur þristinn. Þetta er það sem við erum að tala um. Skarleiksmenn verða að passa sig að missa ekki blikana of langt frá sér. Nei. Og Ekki missa hausinn. nei, þú veist, það verður erfitt ef þeir ætla að missa of langt frá sér núna og Já, Markus að setja 2 stig. það var góð vörn. Reyna að ná hraðahlaupinu. Kristófer Klaufa grípa hann ekki. Hann bjóst ekki við þessari sendingu sjálfsagt. Nei, sjálfsagt ekki. Heat check á Átna, hann fer ekki honni og Markus bara heldur upp boltanum og fá eitthvað kerfi sett upp. Fá auðvelda körfu. Davíð aftur. Fer ekki honni. Snorri á Samúel. Atli búinn að fá nóg. Já. Að tala um sína leikmenn. Pétur hefur örugglega valið eitthvað góð orð þarna í hálfleik og kveikt aðeins í sínum strákum. Já. En það komur bara allt annað að sjá það núna í upphafi þriðja leikluta og á meðan Skallagrímsmenn eru værukærir og ekki alveg tilbúnir að Nei. mæta leik Breiðabliks. 48-57 nýjustu munur. Sjáum að Samúli kom með 13 stig. Já, og Snorri með 12. Já, þeir tveir eru svona aðeins að stinga af í stigaskori. Marino stigaðist á Skallagrím með 9. Svo eru þeir 3, Benedikt, Davíð og Kristófer með 8 stig. Já.
Gáum hvort að Atli ná að kveikja eitthvað í sínum mönnum og massa effortið sem Breiðablik er að sýna inn upp á mínútum seinni hálfleiks. Já. Sjáum ekki alveg hvað er að gerast hérna. Nei, þetta var góð barátta og mér sýnist Skallagrímsmenn hafa unnið boltann. Já. Ég var ansi hrædd að hann væri að fara að dæma villi. Ég sá að að Markus var að hlaupa þarna. Það er eftir öll að hann sér í 4. villuna sína. Já. Halda áfram. Hann er ekki ná að setja. Já. Hann er ekki ná að setja skotið sinni onni en á sama tíma er að næra sér í 4. villu og þetta er bara einhver pirringsvilla sem er algjör óþarfi og einmitt ekki það sem að Skallagrímsmenn þurfa frá honum. Hann fer á bekkinn. Já, hann þarf að vera aðeins meira skynsamur og kannski leiða liðið aðeins öðruvísi en hann er að gera. Það var mikil óþarfi þessi villa. Já, við erum búin að tala um þetta, við erum búin að bíða eftir að hann fá eitthvað svona óskynsama 4. villu og það gerðist bara. Duglegir að senda boltan. Já, Kristján. Ok, vel gert hjá Skallagrímsmenn, þeir fá bara tryggjastæðskot í andlitið tilbaka. Já, 10 stiga munur. Já, þeir eru að finna leið til að stoppa Samúel, það verður sem að hann er svona aðeins að rífa sig upp og... Vel gert hjá Marino. Vel klárað. Stígur hérna líðina, hann grípur boltan. Og hörku vörn. Já, flott. Þeir þurfa að halda áfram að byggja á þessum stoppum. Og það er mikilvægt að bekkurum verði með núna þar sem að... Almar er búinn að vera að standa sig vel og hvetja áfram á bekknum og þarf að fá fleiri með honum. Marino heldur áfram að splundra vörninni og... Já, það er vel gert. Þetta eru bara klaufa villur hjá Skallagrímsmönnum. Hjalti reyndar ekki í villu vandræðum en... Nei, það var kannski ágætis villa hjá honum, var að missa fram hjá sér og... Já, flott vörn. Tækni villa á 10. Já, þetta var flott vörn hjá Kristófer að blokka hann Sveinbjörn og Sveinbjörn fær svo tæknivellu fyrir einhver mótmæli en kom honum á óvart, hann var hissa að fá tæknivellu. Já, en ég sá það samt hann kvartaði í dómarunum að þetta hafi ekki verið villa og ég meina ef dómarun dæmir ekki þá á bara að halda áfram. Það er bara svo leys, þetta er ekki flókið. Nei, það var ekki mótmæla. Davíð setur hann. Góð vörn hjá Skallagrím núna. Marino hélt Samúel alveg fyrir fram með sig. Já, það var flott vörn hjá honum. Þvinga hann upp í erfitt skot og... Já.
Klaufaleg sóknarleikur hjá Skallagrím. En, Hjalti bjarga þessu. Já. Minga munir í 5 stig. Já. Þetta er fljótt að gerast. Þetta er mjög fljótt að gerast. Já. Hjalti fær sína aðra villu. Og innkast. Skallagrím sem komin með 4 villur og næsta villa er bónus. Það eru aftur að segja á því að þeir ætla að brjóta upp og opna velli að það eru 2 vítaskott. Já. Þarna var eitthvað sem glemdi sér í að stíga út. Já, og Kristján virðist að fengi eitthvað högg hann á andlitið. En hann heldur áfram. Þarna sem við talum á opnum velli, hann reyndi náttúrulega bara að fara í manninn, þannig að hann var ekkert að reyna að stoppa boltan að Hjalti. Það er ástæðan fyrir að dómararnir vilja ræða málin. Já. En á sama skapi vorum við að tala um áðan að næsta villa yrði 2 bónusskot, þannig að við þurfum að átta okkur á því þegar þeir ætluðu að brjóta miðju velli að það kostaði 2 vítaskot. Já, það er óíþróttamannslega villi. Já, Hjalti reyndi aldrei að fara í boltan, hann fór bara í manninn og það er bara skýrt í reglugerðum hjá körfuboltahreyfingunni að það eru bara 2 vítaskot úr boltinn. Gabriel setur bæði vítin ofan í og Blikar eiga boltan. Gæti orðið að 5 stiga só. Já. Það er mjög dýrt. Já, Skallagrím. Pétur gefur Samúel góða hvíld núna. Búinn að eiga góðan 3. leikluta. Það er spurning hvort að Markus hvíli út 3. leikluta og komi inn bara í 4. leikluta á Já. Skallagrím. Já, líklega ekki fyrr sko. Það er vel leist hjá Breiðablik. Já, bara galopið sniðskot. Voru 3 hérna að dekka manni með boltan Já. og þeir eiga að fá stopp. Passa að brjóta ekki. Já, góð barátta og skynsamir. Já, vel klárað. Mjög vel klárað. Vel gert hjá Kristjáni. Nei, Kristófer. Já. Þeir eru báðir hann inn á Kristján og Kristófer. Já. Skipting af Breiðablik. Já. Sveinbjörn og Kristinn fara út af. Já, og Dóvidas Og Snorri. já. Þeirra komið. Allt. Já, vel gert hjá Kristófer. 3 stig hjá honum í þessu svo. Nú þurfum við að fá stopp. Já. Benedikt kominn að pressa upp vellinn. Já, vel stíðið hjá Kristjáni en það er ekki nóg. Vil ég fá skref? Við sáum ekki alveg. Enn eru Skallagrímsmenn að brjóta. Já. Kristófer að fá sína 4. villu. Skiptir við Almar.
Blokkað 3 stiga skot. Já, það var fín vörn hjá Sigurði. Mjög vel. Sigurður reyndi að taka rauðning. En góður hreyfing hjá Benedikt og hann bar 2 skot. Já. Og nú klaufalega broti á Breiðablik. Það var nú lítið eftir. Já. Benedikt minnkar muninn niður í 10 stig og 9. Núna 9 stiga munur. Og nú þurfa Skallagrímur bara að fá 1 stopp og Já, fá smá stemmingu í þetta hjá þeim. Já. Aðeins verður að missa trúna og pínu daufu bekkurinn núna. já. Það var bara góð hreyfing hjá Dovidas. Já, mjög. Bara, það var ekki trætt en Nei. hann gerði þetta vel. Þessi kerur á körfuna og uppsker 2 víti. Þú þurfa að gera meira af þessu, dræfa körfuna og sækja villina. Já, þeir eru alveg að gengur nú ágætlega þegar þeir sækja körfuna en þeir eru orðið svolítið rægir. Samúel kemur aftur inn á fyrir Gabriel. Og nei, fyrir Sigurð. Já, Sigurður er að setjast þarna, syns mér. Já, ég held að setja bæði viti nú hann í. Nú er bara öll baráttan hjá Breiðablik, Já. fari öll sóknarfrákvæðust og með Skallagrímsmenn gleyma stíga út og horfa bara boltan og býða eftir hann detti í hendurnar á þeim. Já. Góð hreyfing, en vill ekki niður. Já, það var fín hreyfing. Skallagrímsmenn komnir í svæðisvörn. Já. Kristján er langað nú í þetta sko. Já. Þeir eru búin að vera mjög agaðir í leiknum. Þeir eru Já. ekkert að taka óþarfa skot og býja eftir Nei. góðu skotunum. En það sést það á stóðsetningunum hjá þeim í Já, fyrir fyrir hálfleik. hálfleik. Alex að setja hann þriggja skot. Já. Góð sending hjá Almari og vel Vel klárað. klárað. Mjög vel gert. Og Marino setja 2 og fær villu ekki. Við sýnum Skallagrímsmenn fara aftur í maður og mannvörn. Já. Það er Gott hjá Marino. ekki gott að vera í svæði þegar menn eru að hitta vel á 3 stiga skotunum. Nei, það er nú eitthvað. Benedikt að pressa og ætla sér sennilega bara í 1 skot, Breiðablik. Já, það væri fínt fyrir Skallagrímsmenn á stoppi núna Já. og byggja ofan á það í fjórða leikluta. Akkurat. Passa að brjóta ekki bara. Góð vörn hjá Almari. Þeir setja hann en sekundu brot. Já. Það er ennþá 1 sekunda eftir.
Allir meina að sé aðeins mér eftir af tímanum, en þeir geta skorað úr þessu. Já, og það er meira eftir, þeir eru að breyta tímanum. Allir 2 með þetta. sekúndur eftir. Marino nær skoti á körfuna, Já, en fóru ekki ofan í. En þetta var alltaf gott stopp og Já. fengu skot til raunin, en nú þarf bara að byggja hún á því og reyna að ná smá stemmingu upp í seinni hálfleik. já, og mér sýnir Skallagrímur eiga boltan eftir þennan leikluta. Já, það er fínt að ná þá strax körfu Já, og þeir þurfa átt að segja því að þeir eru ekki að fara að skora 5 stig í einu. Þeir þurfa að ná körfu og stoppi og byggja ofan á því í framhaldinu. já. Og svo á Skallagrími Markús alveg inni á bekknum, hann kemur væntanlega einhvern tímann inn í 4. leikluta. Já, hann kemur örugglega inn, hann byrjar örugglega leikinn með fyrstu 2-3 mínútur með hann á Já. bekknum. Svo hlýtur hann að koma inn á svona í framhaldinu. Kom ekki smá sviðskrekkur hérna. Það er spurning hvort að ætli að halda áfram í svæðisvörn eða fara inn á Mara mann. Gæti verið að hann blandis eitthvað inn í. Já, svæðisvörnin gekk ekkert illa en Nei. vantar kannski aðeins að telja betur. Já, mitt. En aftur á móti er líka erfitt að spila þegar að allir leikmenn Breiðabliks geta skotið þryggjastega. Þeir eru með stóra leikmenn þarna sem að eru bara með Já. góða þryggjastega nýtingu. Þá þurfa þeir að vera svolítið snöggir að skipta Já, og duglegir að tala. það er ekki hægt að skilja marga eftir fyrir Nei. utan allavega. Sjáum hvert við náum ekki körfu núna. Og Bensi, já. Nú var bara að fá eitt stopp. Hann er stóru leikmenn Breiðabliks að skjóta. Já, Setta og- ekki núna, en það var fínt fyrir okkur. Og Skallagrímur nær stoppi. Já, og byggjum á þetta. Karfa stopp. Vonandi fáum við aftur góða körfi núna og annað stopp. Já, og stemmingin fer þá kannski aðeins Já, það er aðeins bara að lefna við aftur á bekknum. Já. Allir duglegir að hvetja það áfram. Já, mjög. Vel gert. Vel gert hjá Marino. Marino bara Mjög óhrættur við að keyra já. körfuna og hann er að taka til sín starra hlutverk sérstaklega í formi þess að Nebo er ekki með. Já, Þannig að hann er gott að að, nýta tækifærið. já, hann sem er það heldur fær. betur að nýta það og hann er bara að sína það að hann geti vel spila þessi döld og stjórnar liðinu vel. Og Skallagrímur er ekki með mjög gamall lið. Þetta er flestir ungi strákar. Já. Flestir bara eiga framtíðina fyrir sér. Já. Þú er að ná öðru stoppi. Bara 5 stiga munur. Já, þetta er lítill munur. Benedikt Já. að spila hörku vörn. Já. Verður bara að vera þolinmóðir. Já. Þarna. Óöppin. Já, Bensi bara vel með á nótunum. gert. Vel gert. Já, það er aðeins verið að spila harðari
Bensi bara taka þetta skot. Já. Sjá þessu boltarhengu hjá okkur. Já. Almar setur hann. Mjög vel spilað. Staðan er bara 72-74 og nóg eftir. Ég vil sjá bekkinn hjá Skallagrím vera með. Kallaði í vörninni. Já, og þeir eru búin að ná 4-5 stoppum bara í röð og allt annað að sjá þá. Það verðist líka bara að gott stopp er að gefa eins svolítið sjálfstraust í sóknarleiknum líka. Þeir ná góðu stoppi og færa sjálfstrausti yfir í sóknarleikin og ná bara góðum körfum. Já. Svona eins og við erum að tala að ná í eina körfu í einu, eitt stopp eina körfu og byggja það ofan á það. Og koma breyting hjá Breiðabliksliðinu, ég held að það eru 3. Já, Kristján bara klókur hérna að koma sér á vítalínuna, hann er ekki búinn að finna sig vel í leiknum, við höfum nú séð meira af honum sóknarlega núna síðustu ár og hann er alltaf að taka að sér starra hlutverk í liðinu en hann er náttúrulega að koma inn eftir meiðsli og er að finna sig. Já, það fínt tekur tíma. Að koma sér á vítalínuna bara aðeins að finna körfuna og halda svo áfram að skjóta. Hann klikkar á fyrsta. Já, hann má ekki láta það fara í hausinn á sér. Nei. Hann getur jafnað með bæði vítin og núna. Já, fínt fyrir hann að fá þessi stig og því að hann getur verið sjálfur sér vestur þegar hann fer þegar það gengur illa fyrir hausinn á honum. Það hann er hörku leikmaður og þó maður klúður einu skoti þá þýðir það ekki að maður þurfi að lélegan leik. Nei, það er alveg. Vel gert hjá Gabriel. Já, hann er bara að ná sér í öllstig og vítalínunni. Búið að ganga erfilega að skora hjá þeim og hann veit alveg hvað er einfaldast að ná sér í stiginn. Algjörlega. Það var Benedikt að fá villu, hann er ekki komin í villuvandræði eins og er. Það er önnur villan hans. Aftur á móti Kristófer og Markus með 4. Það sýnist Markus vera að koma inn á fyrir Skallagrím. Maður alltaf, Góð vörn hjá Breiðablik. Kristján á bara að skjóta þessu. Bara með sjálfstrausti og Davíð. Já. Mjög vel gert. Virkilega vel gert. Marino kom með 18 stig. Virkilega góð leikur hjá honum. Vel klára, góð sending hjá Almari, vel séð. Virkilega vel, flott vörn og saman tíma auðveld stig og mikil fyrir Kristján að ná sér aðeins í tempo í leiknum, sérstaklega núna þegar að reynslan... Og koma Skallagríminn yfir. Já, kemur þeim yfir og reynslan hans þarf að kikka núna á þessum mínútum. Já. Breiðablik tekur leiklið og í stöðunni 77-76. Já. Það er bara 7 mínútur eftir. Nóg eftir. Og í rauninni bara leikur sem við tölum þetta er þið hörku leikur og Markus kominn aftur inn á. Það spurning hvað hann ætlar að gera. Hvort hann haldi sér inn á eða næli sér í svona 5. villu. Já, hann verður að passa sig. Þetta er búin að vera klaufalega villur hjá honum. Bara pirringsvillur. Bara algjörlega pirringsvillur. Þannig að það fekk góða hvíld og... Já, hann lítur að vera hungraðar að koma inn á og... Já. Skallagrímsmenn fara í svæðisvörn. Breiðabliks, þeir verða svolítið ráðalausir.
Kristinn fer út af og hann Snorri kemur inn. Óheppinn að setja þetta. Þessi skrúfast upp úr. Já, og sjáðu, mjög góð boltarhreyfing hérna Já, hjá þeim. Alma sá að Davíð var við hliðina á honum í betra færi og Davíð hörku skytta, þannig að Góð vörn hjá Benedikt. Já. hann gat ekkert gert. Nei, ekki neitt. Þetta Hann var bara gerði allt sem hann virkilega góð gat. vörn. Já. Það var vel gert hjá honum Samúel. Að setja hann onni. Já. Góð vörn hjá Breiðablik núna. 6 sekundur eftir. Marino upp í tryggjastegsskoti og svarar bara. Já, Marino komið þá 21 stig. Hann múið svolítið vel og búinn að vera dýrmættur núna í fjórða leiknum. Já. Já, góð vörn. Virkilega góð lið. Og tæknivilla á þjálfarann í Breiðablik. Það hlaut að koma að því, hann var búinn að fá aðvörun og Já, hann var búinn að fá aðvörun og dómararnir búinn að fá nú. Já. Davíð setur hann onni. Já. Svo kemur Skallagríminn 2 stigum yfir. Davíð Guðmunds er kominn út af. Já, Hjalti kemur inn. Já, vel Góð gert. sending hjá Marino. Já, virkilega vel gert. Já, og hann aftur Marino að búa til. Já. Ef hann er ekki að skora sjálfur þá er hann að gefa stóðsendinguna. Heppinn að fá ekki villu. Já, hann hefði alveg getað fengið villu þarna. Já, hann lá hálfpartinu ofan á honum og var eitthvað að reyna að teygja sig. En dómararnir eru bara að leyfa sér baráttu núna í lokin. Já, algjörlega og bara vel gert að vera ekki að dæma að villu á þetta. Já. Það hefði verið kannski fullmikið. Ég veit það ekki. Já. Það er stundum dæmt aðeins svo snemma í barátta Já, líka bara gaman að leyfa hann að berjast. Mér finnst það svona skemmtilegra. Maður er kannski hlutdrægur, ég veit það ekki. En Já. Þetta er Kristján Leifur var að setja þrist á hann. Nei. hittir ekki núna, en þarna var ykkur að gleyma sér að stíga út. Virkilega vel klárað. Vel gert, já. Árni upp í þriggjastegaskotið. Kristján kom með gott skrín. Marino með frákastið. Alma dulur og drífur liðsfélaga sín áfram og rann aðeins til. Já. Það er komið að mappa gólfið fyrir hann. Það var sterkt að
Settu þetta ofan í. Já, vel gert. Settu fyrra. Komið 5 stigum yfir. Já. 6. 6 Bjarti stigum. komið 12 stig. Já, Hann er líka búinn að spila vel. já. Hann fór Almar aðeins og snemma, en Já. það var, maðurinn var að koma sér í góða stöðu fyrir aftan. Það var... Þau er klára. Já, þetta er hreyfingi sem við þurfum að sjá Já. hann og bara þetta attack mode eins og maður segir sem að þarf að sjá hann í bara strax í upphafi leiks. Flott vörn. Mjög góð vörn. Senda aftur inn á Markus. Þetta er allt annað að sjá Já. hann hana. Það er spurning Strákarnir í hvort að- Breiðablik vilja ekki menna að það hafi verið villa, vilja frekar fá sóknarvillu held ég á hann, aftur. Já, En ég veit það ekki, mér finnst það nú ekki... já. Ég veit ekki alveg. En allavega þá er hann farin að sækja meira en hann Já. og svona meiri kraft en hann hefur verið að gera. Algjörlega. Var það sem að skallagrísmenn þurfti frá honum. á þessum Heldur stundu. betur. Getur komið þeim 8 stigum yfir. Já. Hann gerir það. Það er að halda áfram að fá stopp. Já. Ég misti aðeins að hvað gerist en allavega fær hann hérna Hjalti tæknivillu fyrir líklega sleikaraskap. Já. Mér fannst það nú samt lenda á honum. Ég gæti ekki sé betur, en Ég sá þetta ekki, ég var akkurat Nei. að skoða hérna á það að skallagrísmenn er að vinna leiklutan 24-9. ok. Þannig að Vel ég, gert. já, það er virkilega vel gert, þannig að ég er rétt mistið á þessu atviki. Og geti rauninni ekki, Nei, en mér fannst það, en það er... en við, eins og við segjum, við treystum Já, dómarunum algjörlega. og Þeir sjá þetta betur en við. já. Árni fyrir á vítalínuna og fær eitt skot sem að setur honi. Já, skallagrímsmenn megi ekki láta þetta vinna á móti sér. Þeir þurfa að halda Nei. áfram að standa saman og fá stopp í vörninni. Það er virkilega sterk fyrir Skallagrím að ná sigri á topplið. Já, það væri Sveitarinnar. virkilega vel gert og ég gerir nú ráð fyrir að þeir stefnu upp skallagrímsmenn. Já, Þó að byrjunin hafi ekki verið eins og við hefðum viljað sjá það, þá eru þeir heldur betur með burði til að fara upp og ég held að Markus sé eitthvað leikmaður sem er að fara að styrkja þeirra baráttu í toppnum, toppslagnum. Davíð með skot sem fer ekki á ný. Hann er nú ekki alveg komin í stöðu til þess að skjóta heldur. Það er erfitt. Nei. Kristján Marinós, já, hann varð að dæma. Já. Hann Þeir vildi Breiðablik leyfa. farnir að drífa sig alltaf mikið í sókninu núna. Já, það er nógu tími eftir, 2 mínútur og Þeir eru eitthvað stressaðir kannski. já, þetta er langur tími í körfubolta og margt getur gerst. Já. Marinó kannski ekki leikmaður sem Breiðablik vill senda á vítalínuna. Nei. Klúra setna en aftur á móti komið 22 stig og 7 stóðsendingar. Já, það er virkilega flotta tölur. Kristinn Marinós setur hann ekki. Sveinbjörn er að fá villu, fer í andliti á Almari og í bónus, nei hann fór í andlitið á Davíð. Já.
Davíð fær 2 vítaskot. Það er núna mikilvægt að við nýtum þessi víti. Já. Leiktíminu er stopp og Getur komið þessi yfir í 10 stig. já. Það er bara góð staða fyrir okkur hérna á þessum 2 mínútum sem eftir eru. Sveinbjörn var að fara út af. Gert hjá Davíð. Setur bæði honni. Þeir eru, eins og segja, Blikarnir eru bara að taka fyrsta hálfopna skoti sem Já. þeir eru að drífa sig og reyna að minka, eins og við tölum áðan, þeir eru að reyna að minka þessi 10 stig niður í 1-2 Já, sóknum. algjörlega. Og Skallagrímur er bara að spila þannig vörn að þeir eru að tvítekka á suma Já, og leyfa þeim að fara í skotin. algjörlega. En þarna var Markus á Benedikt í backdoorinu og önnur tæknivillu. Davíð Guðmunds að fá tæknivillu eða? Ég veit ekki hvað hann hefur Nei, ég sagt. skildi ekki alveg. Davíð er nú yfirleitt mjög kurteis Já. og kemur á óvart að hann sé að fá tæknivillu Já. en eitthvað hefur hann sagt. Já, eitthvað. Það er gaman að spyrja hann út í það eftir leikinn. Já. Hann allan virðist ekkert mótmæla, þannig að hann lítur að Nei, hann Hann er sagt rólegur eitthvað. yfir þessu. Breiðablik nýtti vítið. Já, vonandi að Benedikt nýti bæði sín víti. Búin að fara að skjóta 22 skotum á línni. Breiðablik. Móti 29 Skallagrímsmenn. Já, Skallagrímur búin að koma sér oftar á vítalínuna í seinni hálfleik. Já, þeir fóru líka að sækja Já. þarna, sérstaklega undir lok þriðja, byrjun fjórða, Já. þá fóru þeir að sækja. Það hefur kannski verið skilabóð frá Alla í hálfleik og dræfa meira og sækja villur. Já, þeir þurfa að ná jafnvægi í leiknum sem sagt inn í teig og þryggjastega, það ætla að vera vont að þeir væri bara að sætta sig við þryggjastega skotinu sem Já. við þekkjum þá, þegar líða fyrir að leikinn þá kannski, Já, við verðum þreyttari og já, ef maður er bara að sætta sig við þryggjastega skotinu, Já. það er svona, það er erfið leikur. Já. Sjáu hvað stigaskorið hjá Breiðablik er að dreifast virkilega vel. Það er held ég bara allir búin að skora sem eru búin að koma í snertingu við leikinn. Já. Já, allir Já. búin að skora. Og kannski líka hjá Spurning hvort að Breiðablik bara að pressa Skallagrím aftur hátt, Já, eða fara í einhvers konar svæðispressu eða, já þeir þurfa allan að breyta einhverju ætla að eiga já, eða sem sé reyna- að vinna þennan leik. Þannig að já, það verður gaman að sjá hérna. Var það kannski Hjalti sem fekk tæknivillin áðan en ekki Davíð? Já, spurning. Já, nei, ég sá að Davíð labbaði þetta út áðan þannig að, nei, hann Hjalti segi, Hjalti, Hjalti já. labbaði út áðan þannig ég veit ekki alveg. Hún getur verið að sé búin að fá 2 tæknivillur og Benedikt bara öruggur með boltan og finnur Markus hana. já, Almar er betra, Almar á bara að skjóta þessu. já, hann var að býja eftir Davís á Já, hann að Almar á bara að láta Já, baða þarna sko. algjörlega. Hann er bara í góðu færi og hann er búinn að setja þrist í leiknum og Já. akkur ekki að skjóta bara með fullu sjálfsvöldi. Hann er komið 9 stig. Já, akkurat. Kom setja 3 þrista. Á svara Breiðablik með þrist. Já, erum við farin að pressa hátt á Já, einhvers konar svæðispressa sem við vorum að tala um á hana. Já, nú voru þeir Við að erum koma komið boltan yfir með í miðju. miðju og vera bara rólegir. Já, við þurfum ekki að taka skot strax. Nei. Að taka skilabóðum frá Alla og að Já. biðja að vera rólegur.
og gera það. En við þurfum samt að ná skoti á körfuna. Davíð tekur þriggja, setur hann ekki. Árni gaf bara á Marino. Já. Nú verður það að vera rólegir. Þetta er léleg sending. Já. Sóknarvilla. Þannig að hann Davíð er að fara að fá 2 vítaskot. Saman Nebo var hérna virkilega ánægður með þetta. Já. Fagnaði sér vel. Svo er spurning kannski ef þetta verður eitthvað bæði liðnir í toppbaráttu, þá er spurning með innbyrðisbaráttu hvort að það þurfa að hafa það bakvið að reyna að vinna með sem mesta mun. Já, akkurat. Já, kannski ekki sem að... Sjá Skallagrim núna. Já, það er kannski samt eitthvað sem enginn er að spá í núna, ég veit það ekki. Nei. En ef þetta er eitthvað svona... sem eitt lið fer beint uppi það ekki og svo annað til 5. sæti fer í úrslitakeppni. Já. Er það ekki ennþá þannig? Jú, ég held það. Þannig ekki alveg á þetta. Ég meina, ég held að þessi bæði lið séu alveg klárlega kandidatir í að fara upp í úrvalsdeild og ég veit að bæði Hamar frá Hveragerði stefnir beint. Hamar er í öðru sæti. En mér fannst vera færri lið en venjulega í fyrstu deildinni heldur en að undanfarin ár. Já, það geti alveg verið að sé eitthvað... 9 lið. 9 lið, já. Breiðablik Hamar, já, og Álftanes er hann líka og þeir stefna hátt. Já, Skallagrimin tapaði fyrir Álftanesi. Já, síðasta leik. Já. Þannig að það er spurning hvort að með þessu, þetta gefur Skallagrim eitthvað auka sjálfstraust. Já, það ætti að gera það. Þetta er 17 sekundur eftir og Skallagrims menn eru 10 stigum yfir, þannig að þetta er erfitt fyrir blikana. Já, virkilega erfitt, en... Nú þurfum við bara að halda boltanum. Já. Kitty brýtur á Marino. Getur aukið muninn enn frekar. Sættur hann í. Marino hefur bara svolítið tekið yfir núna í sérstaklega 4. leikluta þegar þau byrjuðu áhlaupið. Já, bara virkilega vel gert með ungan aldur. Já. Þetta er 2002, hann er ekki... Þetta er komið. Vel gert hjá Skallagrim. Já, flottur sigur. 188 og flott hjá þeim að ná að koma tilbaka eftir smá brekku þarna í 3. og 4. leikluta. Og á samast tíma Nebo er ekki með og Ólafur snýri sig þarna strax í upphafi leiks. Já, Markus í villivandræðum og spilaði ekki fullan leik, bara 20 mínútur, cirka, kannski. Já, það má segja það, en að þeir standa sér vel og vonandi næsti leikur að þeir eiga heimaleik aftur á föstudaginn og Kvikmyndafélag Borgarfjarðar, KB, verður með beina útsendingu frá leiknum, þannig að við hvetjum alla til að horfa og fylgjast með strákunum. Algjörlega. En við þökkum þá bara fyrir okkur og... Já. Vonandi fylgjast þið með á föstudaginn. Já, spennandi að sjá. Við spilum á miðvikudaginn og móti KR, hörkuleik og svo strákunir aftur á föstudaginn, þannig að nógum að vera í vikunni. Algjörlega. Takk.
Guðrún